Hérna er flugvélin allmikið flogin og það kemur í ljós núna að veikiparturinn af þessari flugvél er hjólastellið. Ég veit ekki hvort það sést vel á myndinni, en hjólastellið hefur bognað dálítið vel út. Í rauninni, eftir nokkrar slæmar lendingar, skulum við segja, að þá hefur það bognað alveg þó nokkuð mikið og ég hef þurft að rétta það til, en aldrei náði að rétta það alveg alla leið. Ég ætla núna að setja á stellið eitthvað til þess að halda á móti, þannig að það bogni ekki bara við minnsta hnjask. Þetta er afar mjúkt ál sem er í þessu. Flugvélin er stór, stellið er langt og það bara gefur eftir ef lendingin er ekki alveg lunga mjúk. Svo að nú ætla ég að taka stellið undan og rétta það þangað til það verður alveg rétt, og síðan ætla ég að setja svona vír í það og nota gorma til þess að halda á móti. Nú er ég búinn að taka stellið undan og það sést mjög greinilega að sveigjan hérna niður og hérna niður er ekki eins, og hérna er meira að segja svona bogi. Til þess að laga þetta til, þá ætla ég að setja stellið í skrúfstykki, festa hérna miðjun á því og reyna að færa hliðarnar aðeins inn og reyna að gera það jafnar. Og til þess að fá það jafnar ætla ég að nota svona verkfæri. Ég get sett þetta hérna á og mælt hornið á þessu, og það sést mjög greinilega að ef maður tekur þetta horn nákvæmlega, að þá er þetta verulega vitlaust. Hérna er stellið komið í þvinguna, skrúfstykkið, og ég ætla að byrja hérna á hægri leggnum, því hann er nokkuð veginn beinn, en ég þarf að fá hann inn, og til þess að fá jafnt átak á miðjuna, að þá setti ég hérna stálklumpa inn í sem halda við. Nú er hægri kominn svona nokkuð eins og ég vil fá hann. Það sem að skiptir máli hérna er að þessi partur hér sé í 90 gráðum við miðjuna, og mér sýnist að hann sé það núna. Nú er ég búinn að taka þetta mát hérna og setja það á og fá hornið sem er á hægri leggnum, og ég vil fá það hérna yfir á þetta. Ég stilli þetta þá bara svona. Nú þarf ég að toga vinstri legginn inn, og það er þó nokkuð sem að hann þarf að fara.
Þarna er þá vinstri leggurinn kominn með sama horn og sá hægri. Það sem ég ætla nú að gera er að setja svona augnbolta hérna í, þannig ég geti fest vír héðan, læta hann líklega snúa svona, vír héðan og hingað upp í. Ég nota þetta gat fyrir annan augnbolta sem að fer þá upp í gegnum botnin á skrokknum. Nú ætla ég að setja boltan hér og bora ég fyrir þessu. Já. Þá getur boltinn farið hér og ætti að vera nóg pláss fyrir hann við hjólastelið án þess að rekast í dekkið. Nú er ég búinn að skera af boltanum, fór náttúrulega með hann í þarna skrústykki til þess að gera það, og ég ætla að setja gengjulím undir innri róna svo að sé nú alveg öruggt að hún fari ekki neitt, ekki utan á hana. Svona. Skrúa hana alveg upp á, það kemur skinna. Og svo er ég með bolta með næloni, ég segi ró með nælon til þess að setja hérna upp á. Svona, nú er þessi augnbolti komin á sinn stað og ég ætti að geta sett festingu í hann. Hérna er ég búinn að setja vírinn öðrum megin. Hann á að geta ægilega stífur, gormurinn hefur aðeins tegist aðeins á, en þetta heldur kannski eitthvað aðeins á móti. Og nú ætla ég að gera hinn hingað yfir í þennan legg.
og svo kemur hjólið á. Það er rétt nóg pláss til þess að leyfa því að hreyfast. Og hérna er þá hjólastellið komið aftur saman eins og það á að vera. Komið smá styrking á það. Ef að gormarnir gera ekki gagn, að þá er hægt að búa bara til lengri víra sem að ná alla leið. Það verður það bara ennþá stífara. Hérna erum við á Melgerðismelum og hérna er Skye 120 vélin með ný uppgert hjólastell tilbúin til þess að prófa og sjá hvernig þetta gengur upp. Ég myndi segja að þetta hafi heppnast bara alveg ágætlega.